Kæru vinnir, á föstudagskvöldi þegar helgin framundan og aðventan rétt að byrja, þá náttúrulega þyrstir okkur að fá að vita sitt hvað menningu og mannlíf víða land og við bregðum okkur austur á land. Við lendum á Norðfirði í Neskaupstað og hittum það fyrir Hákon Hildebrands. Var þetta ekki rétt farið með hjá mér, Hákon? Jú, sæll og blessaður, þetta var alveg nákvæmlega rétt hjá þér. Við erum á Norðfirði í Neskaupstað. Við viljum ekki fá málfarsrauðunautina hérna, alveg brjálaði yfir okkur. Nei, nóg er nú samt. COVID er alveg nóg, við þurfum ekkert á því að halda. Þetta nóg. En hvað ætlið þið austfirðingar að gera ykkur til gleði og gamans og dundurs nú stundir? Það svona meinhægt hérna yfir austfirðingum í augnablikinu vegna COVID. Við erum mjög fljóta fresta og cancela. Ekki held ég að austfirðingar séu gríðarlega hlýðnir í þessum faraldri. Þú sést hvað við höfum haft að fá lítil smitt. Einhvern tíma sagði nú fyrra þegar það var aldrei eins smitt hér. Ég sagði að það var að því hingað kæmi ekki nokkuð maður á þessum tíma árs. En við erum fljóta að fara svona í kósiheitin þegar veiran lætur aftur á sig kræla, en ég held að sé nú aðeins að lifna aftur yfir. Það nú að byrja á flestum stöðum að byrja einhvers konar útgáfur á jólahlaðborðum með jólaveislum, svona kannski með smá breyttu sniði til þess að tryggja það menn sé nú að fylgja sóttvörnum og svona. Já, til að forða Garðabæjar fíaskóið? Já, við erum svona alveg síðu það. Við vorum allavega mjög glöð á Hildebrand að hafa tekið þessa ákvörðun fyrir einhverju síðan að færa okkur úr jólahlaðborði yfir í jólamatseðil sem var ekki allir að snerta sömu sósustíðina. Þannig að það verður eitthvað að maður, en annars er nú bara svona meinhægt snjór og blíða og fólk er bara svona kannski að bíða svolítið til jólunum og komast á skíði og bíða eftir að fara aftur að komast á böll og eitthvað svona. Ég held að það sé sem að fólki fyrstir í. Komast á böll? Já. Ég ætlum bara að ganga svo langt að það er langt sem ég bara heyrt þetta orð, ball. Þið farið ennþá á böll, mikið það gaman. Já, við erum eiginlega bara nánast búin að gleyma því. Við erum alveg ótrúlega spennt að bíða og sjá hvort hér verði ekki aftur almennilegt þorrablót og böll. Þetta er það sem maður heyrir mest af fólki. Það er hvort það muni en þá hvernig á að dansa. Verður þú ekki bara ganga fram fyrir skjöldu Hákon og gera dansvídeó þar sem fólk getur bara lært? Jú, ætla ekki. Ég ætla maður sé ekki pínur ykkar. Ég er lent í að dansa daginn og ég get alveg sagt að fyrstu 15 sporin voru svolítið skrítin, sko. Maður svona trekkja þess eftir í gang, sko. Og að dansa dett inn í rytmann? Já, hann er ekki alveg að sjálfsæða lengur, þegar maður er gefingu. Nei, þetta er eins og reiðhjól, ég held að þú gleymir þessu aldrei, sko. Nei, það er að segja hafið þú einhvern kunnað að hjóla eða dansa. Já, en eru farin að koma aðventuljós í glugga og jólaskreitingar og ljós í skammdeginu og svona? Herðu, þetta er allt í einu. Bara ég keyrði hérna upp í Egilsstaði í fyrradag og allt í einu sem að þetta er að færast yfir bæina hratt. Já. Sem betur fer, enda líka er að fara að verða svo mikið myrkur. Svo finnst mér svo gaman að þetta er svolítið svona svo Groundhog Day. Á hverju einasta ári þá förum við alltaf að tala um þetta. Hefur alltaf orðið svona dimmt svona snemma. Svo gerist það aftur á sumrin, þegar maður fara aftur á vorin, þegar maður fara aftur að segja þetta. Sjáu þið hvað er bjart lengi? Gerðist þetta svona hratt í fyrra líka? Dásamlegt. Já, þetta er dásamlegt og bara sýnir, það er líka bara af hinnu góða, við þurfum á þess að halda þetta sýnar þetta að gleður okkur, þetta kemur á óvart. Já, og ég held að sé líka bara alltaf gaman að sjá að fólk er farið að setja ljósinu fyrr og leyfa þeim að loga lengur. Já. Þá fannst mann eins og það var alltaf verið að slátra þessu bara á 13. þá allt í náðu bara böl og myrkur aftur. Það voru alla serjur rifna niður. Nú sé maður að þetta logi bara nánast frá páskum, sko. Já, það er og það er bara gott. Mann veit ekki af því í skammdeginu að lýsa allt upp í kringu sig, bæði með ljósum og svona, og sammenkomst þegar að það má. En þú segir að það séu framundan jólahlaðborð og væntanlega einhverjir spenntir fyrir því. Já. Það er alltaf gaman að komast einhverstaðar í góða mat og hitta fólk og svona. Og er þetta þarna hjá þér eða er þetta upp á Neskaupstað eða er þetta í fjörðunum í kring eða hvert farið þið? Ég held að þetta sé nú bara hér að víðast hér. Þetta er hér í Neskaupstað hjá okkur á Hildebrand og ég veit að þetta er sjálfsögðu upp á Héraði á nokkru stöðum og svona, þetta dreifist hérna Það er alls þar eitthvað að sækja. Já. Og svo kannski bara býr fólk sér til einhverja búblur og gerir bara jólahlaðborð heima hjá sér og gleður sér þannig. Já,
Já, ég held að séu allir konur að það, við þurfum að gera eitthvað. Við þurfum að aðeins að lyfta okkur upp og hitta fólkið, sko. Já. Ágúst, takk fyrir spjallið. Ég segi bara lifi ljósið og vona að það lýsi ykkur myrkurna fyrir austan og verði ykkur að góðu á þessum jólahlaðborðum. Takk kærlega sem við leiðis og við byrjum kærlega að hilsa til ykkar norður. Takk að þér fyrir. Hittist von bráðar. Það skulum við gera. Yes.